Plöntuval í skjólbeltum í stöðugri endurskoðun. Það sem hefur komið í ljós að það vantar meira runnum til þess að loka skjólbeltunum niður. Harðgerðum, duglegum runnum, skuggþolnum sem loka beltanum alveg svo ekki trekki undir. Á árunum 2008 til 2020 var í gangi verkefni sem hét Indisgróður og það skoðaði meðal annars runna sem henta til skjólbeltaræktar. Það sem kom í ljós að það eru töluvert af tegundir sem henta vel og ætlum að kíkja á nokkra þeirra hérna á eftir. Til þess að skjólbelti virki eins og þau eiga að gera, þá þurfa þau að vera þétt alveg niður. Hér dæmi belti eins og víða á landinu sem er ekki alveg þétt niður. Hér vantar runnalag til þess að loka svo það blási ekki hérna undir, svo það trekki ekki undir. Því að ef að beltin eru opin að neðan, þá getur trekt það mikið að það verður eiginlega meiri vindur heldur en ella. Það þumalfingursregla varðandi þéttleika skjólbelta að það eigi að sjást að það sé eitthvað á bak við skjólbeltið, en maður eigi ekki að sjá hvað það er. Þetta skjólbelti, það gísið að það er þetta alveg augljóst hvað er á bak við beltið. Það er ég. Hér einn allra besti runnu sem við getum notað í skjólbelti. Það er glótoppur. Hann hefur eiginlega alla kosti sem að skjólbeltarunni þarf að hafa. Glótoppur er harðgerður, hraðvaxta, þéttur niður, lokar vel, er skuggþolinn. Það skiptir mjög miklu máli til þess að loki vel, líka að hann geti vaxið undir öðrum trjám. Hann er fallegur, það er ekki verra, og hann er auðveldur í ræktun. Það sem að þarf er frjósamur jarðvegur, en að öðru leyti getur hann vaxið víðast hvar á landinu. Það skiptir máli að velja rétta yrkið. Þetta er yrkið kera, sem hefur lengi verið í ræktun, til fleiri yrki en þetta er eitt af allra besta. Svo er ekki verra að hann er svolítið fallegur með þessi rauðu blómhlífablöð. Skoðaðu blómin aðeins. Þessi runni hefur verið lengi í ræktun á Íslandi. Þetta er blátoppur, hentar vel í skjólbelti. Hann er feikilega harðgerður með allra harðgerðustu runnu sem við getum fengið. Skuggþolinn og lokar vel niður. Blátoppur fær ber, bláber, af þessum gömlu yrkjum eins og þessu sem heitir bergur, þá eru berin beisk en þau eru ekki eitruð. Það er til ný yrki sem er með sætum og góðum berjum, sem hefur verið að reyna hérlendis en allt bendir til þess að þessu mjög harðgerð. Það var ekki amalegt að fá góðan berjarunna í skjólbeltin. Það er til marga tegundir af rifsi sem henta í skjólbelti. Þar er helst að nefna rauðrifs eða venjulegt rifs og sólber. En hér er eitt rifs sem er feikilega gott til þess að loka skjólbeltanum alveg að neðan. Og þetta er það dugleg tegund að hún heldur svolítið aftur að illgresi. Hélurifs. Hélurifs er svona tiltölulega lág á sér runni sem vex með jörðinni og þekur mjög vel og heldur þannig aftur að illgresi og lokar beðanum að neðan. Laufgast mjög snemma, fær samt sem áður ekki áfall og það er auðvitað sérstök ánægja að fá einhver græna lit í beltið svona snemma. Þar að auki fær hélurifsið ber sem þroskast nokkuð snemma, sérstöka bragðið, mjög gott að nota í sultur. Feikilega dugleg planta, laufgast snemma á vorin, svona áður en flest annað er að laufgast og lokar alveg neðsta laginu á beltanum. Kæfir svolítið undan sér grasið og annað, gefur okkur gleði að vera svona fljótt á ferðinni á vorin og hjálpar okkur við að loka fyrir illgresið. Hér sjáum við það undir þessum sýrunum hérna, hér er ekkert illgresi sem vex. Svo smátt og smátt þá byrjar runnin að klifra öldið upp í önnur tré og aðra runna og lokar svona vel hérna undir. Sýren eru ákjósanlegir runnar í svona fínni skjólbelti.
Sírenur hafa þá eiginleika að vera nokkuð þétta niður, margreinúttar, en geta orðið þetta 2 til 4 metrar á hæð. Þetta gamalreynd sírena sem heitir Elinor og hér fyrir aftan mig önnur sírena sem öðruvísi í vaxtarlaginu og kallast Villanova. Það einn stór galli við notkun á sírenu í skjólbeltum. Það það að plönturnar geta lent í vandræðum að komast á legg í upphafi. Það varasamt að gróðursetja þær þegar þær eru laufgaðar því að þá fá þær áfall sem að gera það að verkum að þær vaxa lítið fyrst. En þegar þær eru komnar á stað þá þetta alveg frábæri runnar. Þetta runnir sem þær eru raun og veru aldrei að klippa, verður aldrei á stór og heldur sér þétt og falleg og blómstrar á hverju ári. Þetta beðið meira? Hér runni sem hefur marga góða eiginleika sem skjólbeltarunni. Garðakvistill. Yrkið kjarri, það 2 yrki, yrkið kjarri og yrkið gróandi sem eru feikilega harðir hér á landi. Klæðir sér vel niður, nokkuð skuggþolinn, en ólíkt kannski toppum og svoleiðis þá hann með mjög falleg blóm. Rósaættinni og með blóm sem líkist kvistum, svipað birkikvisturinn. Verður þetta 2,5 meter, kannski ekki alveg jafn harðgerður og glótoppur og blátoppur, en feikilega góður þegar hann kominn af stað. Myndi sóma sér vel svona sólamegin í skjólbeltunum. Ef við viljum skreyta skjólbeltun okkar svolítið, þá til ýmsar rósir sem við getum notað. Hér ein harðgerð sem heitir Meyjarós, yrkið Greta, fær þessi fallegu blóm. Í júlímánuði þá hann alveg þakinn í blómum og þið sjáið hérna rósaaldinin eða nýpur eins og við köllum það. Þessi var þakinn í blómum og það suðaði mikið í kring hérna af hunangsflugum. Meyjarósin nokkuð harðgerð en við myndum aldrei nota hann nema sunnan megin í skjólbelti og bara meira spari. Það að nota aldinin á haustin til þess að búa til marmelaði. Bæði á meyjarósinni og reyndar líka á hjónarós sem álíka að verður ennþá stærri. Það fleiri rósir sem við getum notað. Fjallarós, hún verður 2 metrar, ekki alveg jafn há og meyjarósin, en skríður svolítið Það getur verið kostur á vissu leyti, en þá einungis bara sunnamegin. Ef við erum í sjávarsíðuna, þá getum við notað ígulrósir. Þar þekkjum við til dæmis eins og hansarós, hún ígulrós, hún sérstaklega vind- og saltþolin. Meyjarósin, hún hefur þann kost að vera hávaxin og fá mikið af þessum fallegu rósaaldinum. Hér fyrir aftan okkur höfum við víði sem búin að gera sitt gagn. Víðir skammlíf tegund, fljót að vaxa upp en lifir ekki lengi. Hér aftur á móti fyrir framan okkur, þá erum við með tegund sem hefur allt og lítið verið notuð í skjólbeltarækt. Það reyniviður, bara íslensku reyniviður. Frábær tegund. Ef það sæmilega frjósum jarðvegur, þá vex hann hratt upp. Oft það margstofnar sem bara mjög gott, því að þá hann í raun og veru bæði runnalag og tré. Og ef við viljum, þá getum við alltaf saga niður stofnana, stóru stofnana og þá þéttir hann síðan neðan. Nú svo blómstrar hann, gjarnan á 17. júní, þjóðatré Íslendinga. Og svo í lok ágúst og byrjun september, þá fær hann rauðber sem eru mikil prýði og fuglarnir elska. Hér sjáum við líka að hann í góðum félagsskap. Hér glæsitoppur. Glæsitoppur náskyldur glótopp sem jú einn af allra bestu runnunum í skjólbelti. Þetta alveg frábær samsetning. Glæsitoppur og reyniviður. Sólber mjög fínn runni til þess að hafa í skjólbeltum. Við myndum gróðursetja hann sólamegin, sunnan vestamegin í beltunum.
þétturunni og virkar vel til þess að klæða beltið niður. En þar að auki þroskar hann og ber, sólber, sem er afskaplega ljúffeng og fín ber. Þetta er mörg yrki af sólberjum. Þetta er yrki sem kallast úla og er nú sjálfur sér kannski ekkit endilega sérstakt sólber, en það er til önnur yrki eins og melalati, augibín, kristín og fleiri sem að gefa stór og mikil ber. Frábærunni í skjólbelti. Gráelri er tegund, trjátegund sem að hefur ekki verið mikið notuð í skjólbelti hérlendis, en hefur verið reynt svolítið á undanförnum árum og vísbendingar eru að geti hentað mjög vel í skjólbelti. Þetta er trjátegund sem verður nokkra metra há, getur orðið kannski 10 metra hátt með árunum. Tegund sem að þolir ýmiss konar jarðveg, mjög dugleg tegund í rýru landi, sérstaklega sendnu landi, og er með svona það sem að kalla frankiabakteríu sem hjálpar því að nema köfnunarefni í jarðveginum. Það klæðir sig vel niður, hluta til vegna þess að það sendir rótaskot eins og við sjáum hér. Það sendir rótaskot út og þéttir sig þannig og getur þannig breytt úr sér. Sumir líta á það sem galla, en að mörgu leyti er það mikill kostur í skjólbeltarækt. Harðger tegund og dugleg mættu nota meira í skjólbelti. Inn í skjólbeltum verður mikill skuggi af trjánum sem mynda skjólbeltið. Það er ekki alla tegundir sem geta vaxið í svona miklu skugga. Hér er ein af þeim allra duglegustu. Það er fjallarifs. Það er með allra skuggþólnustu runnu sem við þólum, ásamt hélurifsi til dæmis. Fjallarifsið, það er þéttur runni, feikilega harðgerður og helst alveg grænt hérna niður þó þessi töluveri skuggi. Frábær planta inn í skjólbeltunum. Birki má vel nota í skjólbelti. Hér sjáum við uppvaxandi birkitré. Íslenska birkið er oft margreinóttu runni eða lítið tré sem hentar mjög vel í sjálfu sér í skjólbeltarækt. Íslenska birkið þolir líka alveg ágætlega klippingu, og hér sjáum við dæmi það þegar birki er notað í klippt limgerði. Ég er svona að sýna þetta til þess að þið sjáu það að birkið þolir þetta mjög vel. Hérna svo til gamans má sjá það líka að hér er blátoppur að skjóta sér út hér með og hér er glótoppurinn. Meira birki. Þannig að birki er alveg ágætt í skjólbelti. Þá viljum við gjarnan hafa það margstofna, ekki kynbætt birki, bara gamla kræklótta birkið. Það er fínt í skjólbelti.